Lífeyrissjóðirnir eiga líka að stofna samvinnufélög eða samvinnufélag með einhverjum hætti við byggingu leiguíbúða til þess að gefa fólki tækifæri til að hafa þak yfir höfuðið án þess að stofna sér til meiri háttaskulda. Það engin hemja að allir launamenn á Íslandi séu gerðir að smáborgurum þar sem heimilisreksturinn jafn viðamikill og það var að reka sjoppu 1960. Það engin hemja að unga fólkið okkar sem við erum að hvetja til þess að mennta sig og það eyðir mörgum árum í það að það situr með námslán á bakinu, það verður að kaupa sér íbúð, það má ekki byrja smátt, það bara bannað. Íhaldi bjó til þetta húsnæðiskerfi á sínum tíma, það bara bannað. Þú verður að vera eignamaður frá byrjun. Og svo samgöngukerfið þannig að það ekki einu sinni hægt að eiga börn hér í Reykjavík á þess að eiga bíl og jafnvel 2. Annars lengir vinnutímaðum 1 til 1,5 tíma á dag. Þannig að það ekki haft eitt val hér. Og þá ég komin að pólitík. Það þarf að leysa þetta mál. Ég þeirra skoðunar. Ég nú einn af þessum heppnumönnum að ég í Samfylkingunni núna. Ég var held ég áður í Vinstri grænu og ég komst að því daginn að ég í báðum flokkum. Og ég ætla bara að vera í báðum flokkum. Já, þetta mínu flokkar. Þetta mínu flokkar. Þetta einu flokkarnir á Íslandi sem hafa það yfirlýsta markmið og hafa þá sögulegu fortíð að vera tengdir hreyfingu launafólksins í landinu. Þetta einu flokkarnir sem yfirlýst hafa sagt að það að verja velferðarkerfið á Íslandi eigi að hafa forgang í þeim hremmingum sem framundan eru. Þess vegna eiga að starfa saman. Nú á Samfylkingin að tilkynna Sjálfstæðisflokknum það, hún á ekki að semja við hana. Hún á ekki að semja við hana. Hann ekki neitt við samningsstöðu. Hún á að tilkynna Sjálfstæðisflokknum það og hún vinni kosningar í maí 2009. Þetta á ekki að tilkynna með bókun á ríkisstjórnarfundi sem hann lekur út. Þetta á bara að tilkynna opinberlega. Og samtímis þessu þá á Samfylkingin að rétta höndina til Vinstri grænna og þeir eiga að taka í þessa hönd og þeir eiga að standa saman rétt eins og VG sé komið inn í ríkisstjórnina. Það þarf enga stólaskipti eða neitt. Þarna á að koma samstarf á milli þannig að þeir geti unnið fram að kosningum saman. Ég ger ekki kröfu til þess að menn sameinist strax, en ég ger þá kröfu að Samfylkingin og Vinstri grænir þeir gerum þessi samning það að setjast ekki í ríkisstjórn án hins flokksins eftir kosningar. Og þá erum við með pottið á meirihluta. Það verður svo stefnt að sameiningu þessara flokka sem raunverulega fulltrúa launafólks á Alþingi. Nú, ég vil svo endilega að BSRB, Alþýðusamband Íslands og BHM vakni nú svolítið upp vegna þess að skyldan kallar. Það ekki eðlilegt að það séu einhverjir aðrir sem eru að skipuleggja mótmæli og reyna að búa til farveg til þess að vilji almennings komi í ljós. Það eiga að vera samtökin okkar. Hvernig stendur á því að þau eru dauð? Þetta eru nauðsynleg lýðræðisleg tæki til að veita reiði, nýjum hugmyndum, kröfum og sýna félagslegt afl. Þessi tæki eru gjörsamlega óvirk. Ef að þessi tæki eru ekki virkjuð, þá fer fólk að brjóta lúður eða eitthvað þýðilegt. Ég vil ekki einkavæða alla bankana eftir þennan hildarleik. Ég vil fá val það að setja launin mín í banka sem ekki á vegum einhverja auðvaldssekja. Takk fyrir því. Ég vil einn bankinn á að vera Alþýðubankinn. Honum eiga stjórna fulltrúar frá verkalýðshreyfingunni, fulltrúar frá lífeyrissjóðnum og fulltrúar frá flokkunum. Vegna þess að ég held að pólitísk spilling sé bara skárri heldur en hinn sem að þau voru.
stefnu að þjóna launafólki í landinu, bændunum í landinu, smá atvinnurekendum sem eru með 10 eða færri í vinnu og þeim launamönnum sem voru neyddir til þess, já, takið eftir því. Þeir hafðu engan sérstakan áhuga á því að hætta að vera launamenn. Þeir voru neyddir til þess að breyta vinnu sinni í form þess að vera smáborgarar sem þurftu að fjárfesta í vörubílum, jarðýtum og öðrum slíkum tækjum. Og þannig vörpuðu verktakar, flutningafyrirtæki og aðrir ábyrgð sinni á þessu yfir á einstaklinga. Og nú sitja þeir í súpunni. Þessi menn þurfa banka til þess að þjóna sér sem þeir geta treyst. Og þeir eru að hvergi heima nema í bankanum sem á vegum og þjónustar fyrst og fremst verkalýð og bændur í þessu landi. Takk fyrir.